Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Við reynum hér svona á 2 vegna fresti að halda úti umræðu lögfræðileg álitaefni tengd fréttum, því sem við erum að tala hverju sinni. Og hann Gísli Tryggvason, lögmaður, hefur verið okkur innan handar í þeim efnum og hann mættur hér enn eina ferðina til okkar í þátt sem við köllum stundum í gríni Réttur settur. Vertu velkomin, Gísli. Takk. Ég var að byrja á féll dómur gegn knattspyrnumanninum Albert Guðmundsinni og þetta var svona óvenjulegur dómur hvað það varðaði. Það má segja að hann hafi farið í 3 áttir. Síðan kom það einmitt kannski bara mörgum á óvart í kjölfar þess að það var ákveðið að reyna ekki áfrýjun til Hæstaréttar. Já, þess að ríkissaksóknari hefur ákveðið það. Já, það náttúrulega algjör undantekning orðin að Hæstiréttur komið að málum og hann getur ekki lengur endurmetið svona munnleg sönnunargögn og að því að þetta mál réðst mjög mikið eiginlega eingöngu af munnlegum sönnunargögnum, þar að segja bara vitnisburðum eða skýrslutökum af vitnum og aðilum, ef svo má segja, fórnarlambi og ákærða og vitnum. Þá myndi það ekki skila miklu að áfrýja til Hæstaréttar ef að fengist leyfi til þess. Þannig að þessi óvinlegu dómur, þessi 3 manna æðri dómur, Landsréttur, klofnar í 3 áttir eiginlega. Það ekki mjög sjaldgæft? Jú, það mjög sjaldgæft. Það hefur stundum komið fyrir að Hæstiréttur, þegar hann var skipaður 5 eða vel 7, að hann klofnaði kannski í 3, sjaldan meira held ég, en það nú algengast að áfrýjunardómstóll, nú eða fjölskipaður dómur í héraði, klofni bara í 2. Þarna var sem sagt dómsformaður og annar dómari á því að sýkna eins og héraðsdómur, held ég. En rök þessara 2 landsréttardómara voru ólík aðeins. Og svo var 3. dómarinn sem að stundum talinn strangar en aðrir. Símon Grimmi. Já, hann taldi rétt að sakfella og mat sönnunargögnin ólíkt. Þannig að þetta endir á sakamálinu, en auðvitað fræðilegu möguleiki að manneski sem að hefur lent í eða telur sig hafa lent í þessu, að hún fari í einkamál. Það bara allt og sjaldgæft að mínum að til hérlendis, en það gerðist fyrir 30 árum í O.J. Simpson málinu, þar sem að O.J. Simpson, frægur maður í Bandaríkjunum, var sýknaður í sakamáli morð á fyrrum eiginkonu eða kærustu, en svo var farið í einkamál til heimtu bóta fyrir mannslát í kjölfarið og það unnu ættingjarnir. Og það fræðilega hægt að mínum mati, þó hafi ekki oft reynt á það að fara í einkamál þó að sakamál sé liðið, og þar munurinn sá að sönnunarkröfur í einkamáli eru vægari. Já. Og það vill nú svo til að ég hef svona einu sinni reynt eitthvað svipað. Það að segja fyrir svona 10 árum þá var eitt fyrsta máli sem að stundu var kallað hefndarklám, en var nú kannski eiginlega hvorki hefnd né klám. Það var sem sagt nektarmyndir sem eru birtar þá í óleyfi, má eiginlega frekar kalla þetta. Það voru kynmök sem að voru stundu með samþykki beggja, en í leyni var tekin mynd af athæfinu og við fórum með þetta, ég og skjólstæðingum minn þáverandi, fyrir dóm, kærðum reynda líka til lögreglu, en treystum því ekki að lögregla myndi meta sönnunargögnin nógu sterkt, en það varð ekkert úr því held ég. En fórum líka í svo kallar einkarefsimál og gerðum alls konar einkaréttarlega kröfur. En því miður þá félst nú dómarinn á að vísa þessu frá í héraði, lét mjög kláran lögmann plata sig og
taldi að það væri ekki hægt að bæði kæra til lögreglu og fara í einkamál. Hæstiréttur hins vegar sneri því við og taldi það alveg hægt, eins og við gerðum. En Hæstiréttur felldi málið á eiginlega ennþá fáránlegri hátt. Hann sagði að af því að það hefði ekki fylgt með kubbur með vídeóinu þá var málinu vísað frá. Þannig að það hefði verið hægt að fara aftur en slóðin stóð í málsgögnum. Þannig að það var hægt að slá inn slóðina sem að bara kom fram. hártón hjá Hæstarétti? Já, annarkvort hártón, jú, sem að Hæstiréttur hefur stundum auðvitað verið þekktu fyrir, eða bara að meðalaldurinn í þessum dómi var sko langt yfir 70 ár. Sko, þetta voru allavega einn fyrirverandi dómari og þó ég sé nú engin tæknigúru, sko, þá fannst mér þetta alveg fáránlegt að Hæstiréttur vissi það ekki að vera þetta slá inn slóð. Þeir kunna ekki að íta á hlekkin? Nei. Já, það var reyndar ekki, ég held að þetta var nú verið þannig skjala, það var ekki að íta á legginu, það er ég er aðeins að íkja svona. En sko, þetta fannst mér alveg fáránlegt, en þá var skjólstæðingur minn orðinn þreyttur á málastappi og vildi ekki meir, en þetta var að mínum að til svolítið frumleg tilraun til þess að láta reyna á lögin utan sakamálaréttarfarsins sem stundum svolítið erfitt. Þá langar maður að spyrja þig, manstu eftir einhverju fordæmi í meintu kynferðisbrotamáli að aðili hafi reynt að sækja einkamál í kjölfar þess að meintur gerandi hafi verið sýknaður í Nei, kerfinu? ég man ekki eftir því. Nei. En þetta segja fræðin og þetta var fjallað þetta í lagakennslu svona og ég er eiginlega svolítið hissa á að í allir í þessari MeToo-bylgju sem hefur verið sko og svona ákveðin femínísk áhrif og andóf gegn kerfi sem ekki stendur nógu vel með fórnarlömbum að menn skuli ekki hafa reynt þetta oftar því að vissuleyti Hæstaréttardómurinn eins og hann nú fáránlegur svona tæknilega séð að þá hann vissulega eiginlega fordæmi að allavega hinn rökin ganga ekki gegn þessi rökum að megi ekki prófa 2 leiðir í einu. Það er margir sem sperra eyrun núna þegar þú segir minni sönnunarbyrði, veikari sönnunarbyrði. Já. Já, spennandi. Eigum við næst að ræða ef að kalla hann danska dóminn. Þú þekkir það mál miklu betur en ég. Segðu mér aðeins bara undan og ofan að því. Já, það er mál sem sprottið af eiginlega þessari MeToo-bylgju. Það var sannsagt eins og hérlendis, þá var það í Danmörku, þá spratt upp hópur kvenna í ýmsum geirum og í þessu tilviki var það nú í fjölmiðla eða sjónvarpsgeiranum að konur aðalega töldu þá einhverja kalla fyrir kannski löngu hafa komið fram með óviðeigandi hætti, káfað eða sagt eða gert eitthvað sem að ekki gekk allavega að mati þeirra og eins og sannarlega var nógum og þetta var náttúrulega kallrembunnar eða þeir sem urðu fyrir þessu kannski héldu í fram að það væri verið að beita nútíma standardum afturvirt en flestir allavega flestir sem ég þekki myndu bara segja þetta er aldrei mátt að því að menn sögðu stundu bá nú ekkert lengur vissa hluti mátti bara aldrei gera og lögin kannski voru stundu svolítið sein að fylgja með og laga framkvæmdin seinna en í þessu máli var það einn af meintum gerendum þekktur sjónvarpsmaður allavega þekktur í einhverjum geirað og ég hef ekki þekkt hann hann fekk á sig ásakanir og þá gerðu Danir það eða danska sjónvarpsstöðin sem að oft gert í Danmörku að setja á fót svona lögmanna eða rétt eða lögmanna rannsókn sem kallað advocate undersögelse það kallað sem eiginlega fyrirbæri sem að þekkist lítið hér. Það fengin einhver þekkt lögmannsstofa eða virtur lögmaður til þess að eiginlega setjast í dómarsæti og fá til sín sönnunargögn og jafnvel munnlega skýrslur og segja kannski stjórnendunum hvað þeir eiga að gera eiga á að reka þennan eða á að gera eitthvað í þessu á að borga bætur eitthvað svona. Þetta var líka gert með fyrrverandi forseta danska alþýðusambandsins LO sem var nú óvanlegt, það var kona, hún þótti hafa verið fjölþrifin og þetta er mjög algengt í Danmörku að
ef þetta ekki byrjun stjórnvöld eða æðsta stjórn ríksins, þá bara fenginn virtur lögmaður, annars kannski dómari. Nú þarna gerist það að þessi meinti gerandi taldi á sér brotið og fór í skaðabótamál, tapaði því í landsrétti sem eins og hér svona milli dómstig en reyndar stundum byrja stórmál þar. Svo fer það upp í Hæstarétt og þá hnekkir Hæstaréttur dómi landsréttar og telur lögmanninn og lögmannsstofuna hafa gerst skaðabótaskylda við þennan meintageranda fyrir að hafa ekki rannsaka máli eiginlega nógu vel, hafa bara trúað einhverjum sögusögnum sem voru 17 og 19 ára gamlar og ekki farið spurt nánar út í það og gefið andmælarétt sem kallaðir. Þannig að þetta var svo þverbrotin svona eðlilegar sjálfsagðar málsmeðferðarreglur í bara nútíma réttaríki að ég vil þó að í dómarasætinu væri lögmaður, þá þurfti hann að gera svona svipað á dómarar sko. Og þetta var svo þverbrotið að Hæstiréttur sagði almennt bera lögmenn ekki skaðabótaábyrgð á svona atvikum, en þetta var svo gróft brot að þarna voru þeir skaðabótaskyldir fyrir það tjón sem að maðurinn beið við að þurfa að hætta í starfi og finna ekki annað sambærilegt. Þannig að hann fekk 40 milljónir íslenskar í bætur. Mætti heimfæra það yfir á eitthvað hér á landi? Já, þó að þessar lögmannarannsóknir séu ekki algengar, að þá kannski það líkasta sem ég man eftir að það eru svolítið algengt í seinni tíð að stjórnendur, jafnvel opinberra stofnana, framselja svolítið mikið af bæði ráðningavaldinu og brottrekstrarvaldinu. Þeir kannski segja, hérna erum við með 200 umsóknir, þetta svo flókið og við höfum ekki tíma að við fáum hérna einhver mannauðsfyrirtæki til þess að fara í gegnum umsóknir og flokka. Þar eru oft gerð mistök að mínum mati og stundum í eineltismálum og kynferðisáreitnimálum þá fá þeir svipuð fyrirtæki, mannauðsfyrirtæki, ég vil sálfræðistofur sem gera sig út á þetta. Og ég hef náttúrulega komið að nokkur svona málum sem lögmaður þá þegar kannski búið að taka einhver ákvörðun. Gengið fram hjá umsækjanda? Já, eða einhver látin fara eða settur í hliðarspor. Og mér eru oft fundist að þessi sálfræðingar sem eru oft mjög góðir í sínu fæi, vinnusálfræðingar, að þeir hafi ekki verið með neina lagaþekkingu eða ráðgjaf á því svið, þannig að þeir klikka oft á svona grundvallarreglum og setja stundum í dómarasæti án þess að kunna það. Þannig að mér finnst þetta... Gjaldað að þínum að þið fyrir að vera ekki löglærðir? Já, en ég meina þá eigum við náttúrulega bara að sækja sér sérfræði kunnátt í því, alveg svo ef ég fæ flókið skattaréttarmál til mín, þá fæ ég skattaréttarsérfræðing eða endurskoðandi sem hjálpa mér það sem ég kann ekki. Eða læta fara frá mér sko, menn eiga allavega háskólamenntaði sérfræðingar eiga að þekkja sín takmörk, vita hver eru góður í og hvað þeir kunna ekki, eða ekki nógu vel. En þarna gæti maður þá farið í einkamál? Allavega samkvæmt þessu fordæmi þá ef brotin eru gróf þá það hugsanlegt. Stundum væri hinn brotlegi kannski bara sá vinnuveitandi sem ranglega framseldi vald til aðil út í bæ eða framseldi vald til aðil út í bæ sem hefði ekki farið nógu vel með það. Annarkvort í ráðningu eða brottrekstri eða einhvers konar málsmeðferð. Þannig að stundum væri það bara vinnuveitandinn sem væri nærtækast í bóta greiðandinn. En í grófum tilvikum getur sérfræðingurinn út í bæ eins og lögmannsstofan þarna eða sálfræði og mannauðsfyrirtækin hér verið bótaskyld. Þannig að áhrifun á þessum dómi ef þau berast hingað til lands gætu orðið þau að ófagleg vinnubrögð yrði að bæta því að annað gæti kallað bara á skaðabætur og refsi. Og það jú annar aðaltilgangur skaðabótaregla, það annars vegar að bæta tjón og hins kenna mönnum að hegða sig betur og gera betur. Svona refsi vöndur heila. Áhugavert. Það tapaðist vaxtamál í gær gegn Arion banka, Neytendasamtökin og fleiri aðilar þarna.
við vitum nú ekki ennþá alveg áhrifin af málinu sem vannst gegn Íslandsbanka. Það var ekki endilega verið bein og greið gata til framfara ef manni. En það vannst það bara að hluta, er það Það ekki? vannst bara að hluta. En hérna, hver er munurinn á Arion-málinu og hinn og er þetta eitthvað sem skiptir okkur miklu máli? Já, það eru nokkur atriði sem að skipta máli. Í fyrsta lagi er aðildin ólík, þetta er náttúrulega annar banki og þetta annar einstaklingur og annar lögmaður, held ég báðum einn. Og það sem að skipti nú mestu máli að skilmálinu voru öðruvísi. Þeir voru eitthvað skárri eða nægilega góðir. Gagsæri eða eitthvað. Já, hlutlægari í Arion-málinu heldur en í Íslandsbankamálinu og það sem skipti kannski mestu máli er annars vegar þetta að það voru ólík ákvæði í lánssamningnum og svo tók samningurinn gildi fyrr en í Íslandsbankamálinu áður en lögum fasteignalán neytenda tóku gildi. Þannig að það er margt ólíkt í þessum málum til þess að geta borið á saman kannski með snöggheitum en það er auðvitað engin tilviljun að það var önnur niðurstaða og ég held reyndar að það hafi ekki verið sömu dómarar heldur. Til dæmis mesti sérfræðingur Hæstaréttar í neytendaskilmálum og þessu sem var aðal ágreiningsefni og hún tók ekki þátt í þessu seinna máli allavega. Já, má lesa eitthvað út af því, ykkur? Sennilega ekki út af þessum hinum atriðum sem ég nefndi sem eru ólík. Já. En er þetta þér vonbrigði, þessi dómsniðurstaða? Ég var nú kannski ekki búin að fjárfesta svo mikla tilfinningar í þessu að ég get sagt það. Nei. En það eru þetta alltaf leiðilegt þegar neytendur tapa máli og stórir og sterkir aðilar vinna mál en hérna að því ég hef nú yfirleitt verið neytendamegin í lífinu en við sjáum til hvort það verði fleiri mál og hvort þau eru enn ólík. Já, það er fleira á leið, fleira í pípunum en við vitum allavega að þegar dómur fellur eins og í gær þá mun ekkert breytast til góðs. Ekki við dómsniðurstöðuna. Það er margir að velta fyrir sér Eurovision og þeirri ákvörðun Íslendinga að taka ekki þátt núna á grundvelli þess að Ísrael sé borð. Hvað finnst þér það? Efnislega hef ég nú ekki opinbera skoðun á því en ég er mjög hissa á hvernig þessi ákvörðun var tekin af því ef það hefði verið rétt að taka hana svona bara í framkvæmdastjórn eða útvarpsstjóri í rauninni og hans næstráðendur ætti að taka hana þá hefði verið að taka þessa ákvörðun eða hina andstæða löngu fyrr. Ég man ekki betur en að útvarpsstjóri hafi margsagt að þetta væri ákvörðun sem ætti að taka ofar í stjórnkerfinu. Það er að segja annarkvort hjá stjórn eins og flestir heldu þangað til í gær að stæði til. Hann hefur vísað til þess, já. Eða á ráðherralevel eða á hreinlega ríkisstjórnarlevel eða alþingi. Þess að ég nefndi einhvern það er hægt að taka svona ákvörðun á alþingi í ríkisstjórn hjá ráðherra þessa málflokks eða í stjórn eða hjá útvarpsstjóra eins og gert var eða framkvæmdastjórn og svo er þetta að gera það enn neðar á listamannsstínu eða bara hver og einn listamaður ákveði hvort hann vilji boykotta eða ekki og svo getum við öll tekið ákvörðun hvort við ætlum að horfa eða ekki þannig að það er að taka þessa ákvörðun á 5 eða 10 stigum og mér fannst þetta rangt á svo margan hátt í fyrsta lagi tjáði menningamálaráðherra Logi Einarsson sig daginn áður hann sagði það er ekki mitt að taka ákvörðun það er RÚV en mín persónulega skoðun er þessi og það finnst mér alveg fáránlegt hann átti annarkvort að segja eða þegja hann átti ekki að taka ákvörðun í rauninni en þykist ekki gera það. Við Gunnar Smári vorum að hlæja að þessu í vikunni þegar við heyrðum hann segja að þetta er kannski ekkert fyndið. Nei, þetta er nú sennilega ekkert fyndið en mér finnst þetta svona klúður og mér finnst þetta vonbrigði að hann skildi ekki bara sitja á sér og leyfa þá RÚV að taka ákvörðun og svo þegar það var að þá var ekki hægt að gera þetta hreint heldur þar. Heldur voru þessi 2 Stefánar að einhvern veginn að væplast með það að annar hefði verið tilbúin með tillögu sem stjórnarformaður sem stjórnin átti að greiða atkvæðum og hefði sennilega klofnað en meirhluta minnhluta og allt í lagi með það. En rétt áður, eða kannski daginn áður hafði framkvæmdastjórn tekið ákvörðun
og þess vegna var þetta að draga hinn tilbaka. Mér fannst þetta hljóma eins og annarkvort klúður eða valdabarátta og þessir tveir kláru menn, Stefán Eiríksson og Stefán Jón Hafstein, eru allt of vanir og klárir menn til að gera svona, finnst mér. Já. Ég nú þekkt á nokkuð vel lengi svona, eða fylgst með Stefáni Jóni lengi og dáðst á honum, en ég þekkt Stefán Eiríksson mjög lengi og dáðst á honum líka, en þannig ég var mjög hissa á þessu. Já, og það er svona ágætt að rifja þetta upp, sko, með ummæli Stefáns Eiríkssonar að þetta þurfa að svona ákveðin þurfa að taka á hærri level, á æðra stíi, það er alveg rétt, það er ekkert langt síðan að hann var að tala um þingið og ráðherra og eitthvað svona, svo bara kemur einhver barbabrella og allt í hennu bara framkvæmdastjórn og samandagsstjórn. Já, og svo fara þeir í einhverja undarlega röksendafærslu að þetta sé dagskrárleg ákvörðun, ekki pólitísk, og er það þá réttlætingi fyrir að gera þetta svona á þessu leveli. Svo kemur nú annar skólabróður minn og bendir á það á Facebook í gær að sko framkvæmdastjórn sé bara alls ekkert bær til þess að taka þessu ákvörðun. Alveg svo sko dómari gefur ekki út ökuskírteini heldur lögreglustjóri, að þá er bara vissi hlutir sem að framkvæmdastjóri gerir og aðri hlutir sem að stjórn gerir. Og þar kom ágætis röksendafærsla fyrir því að lagalegar er þetta hreinlega á verksviði stjórnar RÚV að taka þess ákvörðun, og þá hefði stjórnin átt að gera það eins og til stóð þang til síðan í gær. Heldum öll að því. Þannig að mér finnst þetta að vera alveg bara ótrúlega fundist að ná að klúra á svona mörgum stigum einhverju ákvörðun sem hefur verið beðið eftir beggja megin borðsins eiginlega mjög lengi. Eru sýnilega eftirmála á þessu? Nei, það held ég nú ekki. Nei, bara klúður. Já, það finnst mér. Heyrðu, svona í lokin, Gísli, eigum við aðeins að fá að njóta viskuðinnar hvað varðar 5 ára regluna svokölluðu og svona mál sem að hafa blossað upp núna í tengslu við það að barna- og menningarmálaráðherra tjáði Ársæli Guðmundsssyni, skólameistara Borgarholtsskóla, bæði með fundi og svo með bréfi að staðan hans yrði auglýst. Þetta hefur vakið mikla athygli því að hann átti bara 2 ár eftir á lífeyri ef hann hefði fengið að halda áfram, og hann gat svo sem alveg sótt en það er svona margir sem segja að hann hafi ekki átt neitt séns. Mogginn kallaði þetta víkjónum, þótt það sé náttúrulega augljóslega pólitíkin ekki rétt, en svo hefur við verið að heyra þetta svona fleiri áttum og það er svona verið heilmikil umræða um þetta á stöðu embættismanna. Hvert er svona þitt innlegg inn í þetta? Já, ég hef tölverða skoðun á þessu og verða að reyna að ámerka mig að ég ætla ekki að taka afstöðu til þess hvort að rétt var að ráða Ársæl eða skipa hann í þetta embætti fyrir bráðum 10 árum. Það er umdeilt af því að hann var ekki svo hæfasti. Og ætla heldur ekki að hafa mikla skoðun á þeim sögusögnum hvort að hann sé slæmur eða góður stjórnandi, en það fyrir 2 sögum á því. Heldur bara því hvernig æðsta stjórn ríkisins, ráðherrar, hegða sér í þessu máli. Mér finnst það mjög hæpið þegar maður sem er opinberlega búin að lenda í útistöðum við lykilráðherra í ríkisstjórninni í skómálinu, að hann lendi óvart í því, eins og sagt fyrstur að vera ekki framlengdur. Það lítur illa út. Mjög illa út. Hvort sem það spilling og hefnd eða ekki. Síðan það svona almennt í þessu kerfi að þegar menn eru skipaði til 5 ára, eða 5 ára í senn, eins og það stundum orðað, sem eru embættismenn, forstöðumenn, fangaverðir, lögreglumenn og nokkrir hópar, þá eiga þeir auðvitað ekki lögvarinn rétt og heldur ekki sennilega það sem kallaði réttmætar væntingar að fá alltaf aftur og aftur skipun. Þannig að þá væri alveg óþarf að hafa þetta. Þá væri bara að fara í gamla kerfið æviráðningu sem kallað var eða ótímabundin skipun. Þannig að það einhver munur á æviráðningu eins og dómarar njóta ennþá til þess að réttaröryggi sé tryggt,
og að vera skipaður til 5 ára eða 5 ára í senn. Já. En það sem að ríki kannski gerir vitlaust finnst mér og margir fagráður hafa gert í gennum tíðina, það er ekki gegnsætt og jafnvel ekki máleflegt, það allavega grunur það sé ekki máleflegt, hvenar ákveðið að auglýsa og hvenar ekki. Það bara örfáir mánuði síðan Úlfar Lúðvíksson sagði upp í Fússi eða hætti í Fússi af því að hann lenti í því sama ársæll að það ætti að auglýsa stöðunas og sagt þú mátt svo sem sækjum að því þar hefur líka orðið einhverja ýfingar. Já, þar hefur orðið ýfingar og kannski vegna ýfingana þá leit viðkomandi forstöðumaður svo á að þetta væri vantraust eða ígildi þess. Ég hef ekki innsýn í þá með grunar að ríkið hafi það ekki heldur hvað oft ákveðið að auglýsa og hvað oft ekki. En með grunar að það sé meir en 1% og minn en 10% og þessin það kannski eðlilegt að ef þú ert einn af þeim fái sem forstöðumaður sem lendir í því að það auglýst að þá tekur það óstend upp og jafnvel sem vantraust. Ef það heyrir nánast til undantekninga. Já, en ef það bara allt í góðu lagi og auglýst og jafnvel sá sem situr í embættinu sækjur og fær, þá þetta fínt að hafa það þannig en þá eru menn frekar á tánum og eru frekar að bæta sig og sína. Lýðræðislegt bara? Já. Með einhverjum hætti? En ég meina, og svo þetta líka spurning aldur, hvað eru menn gamlir þegar þeir svona almennt verða forstöðumenn, menn eru kannski nær 50 heldur en 40, þannig að þetta svona undir lok starfs ferils iðulega, þegar menn eru að búin að sitja í 1 eða 2 tímabil. En ef við viljum fá unga og hæfa einstaklinga kannski fertugt í svona störf, þá ekki gott að það sé algjör óvissa hvort þeir eru bara á götunni eftir 5 eða 10 ár. Nei. Þannig að þetta líka svona starfsþróunar mál og fyrirsjáanleika mál. Mér finnst líka bara svolítið áhugavert í þessu, mér líka að segja vandræðilegt að þessar kerfisbreytingar sem að hafa verið kynntar, þær eru ekki orðnar. Og mér finnst svona tímaröðina og svo svolítið einkennilegt. Við vitum ekki því og þú hvort þessar kerfisbreytingar ganga eftir. Við vitum ekki hvort að þetta eftiráskýring eða hvort þetta alvöru skýring. Já. En þetta hefur gerst áður, þetta líka iðulega búið að gera hjá dómsmálaráðuneytinu, þá hafa menn verið að sameina lögreglustjóraembætti og sýslumannsembætti og þá kannski auglýsa ekki strax stöðu sem losnar, fyrir utan að það náttúrulega ekki auglýst alltaf stað sem að losnar eins og vararíkislögreglustjóri og ýmislegt svona. En það getur verið máleflegt að fresta einhverju í ljósi einhverja kerfisbreytinga, en það kannski ekki máleflegt að fresta bara í ljósi einhverja algjörlega óorðina hugleiðinga. Nei, ég spyr bara hvernig hægt að nota sem rökstuðning í bréfi eitthvað sem ekki orðið og eitthvað sem enginn veit hvort verður. Já. Og það ekki einu sinni alltaf örugt að þó það sé komið fram stjórnarfrumvarp í kynningu á samráðsgátt eða komið fyrir Alþingi, það ekki víst að Alþingi samþykkir það getur orðið stjórnarslit allt í einu. Þannig að strangt til tekið á bara að breyta þegar lögin eru búin að ná samþykki á Alþingi og jafnvel búin að taka gildi, sem ekki alltaf það sama, en hvað mikið má nota væntanlegum, hugsanlegum breytingum til þess að gera svona breytingar, það bara álitamál og því miður geta vaknað grunnsemdir eins og í þessu máli að það sé geðþótti eða ómálefli sjónarmið og þessin það mjög skiljanlegt að lögmaður Ársæls fari þá svona pínu óvinnilega leið en mjög snjöllu leið oft að fara í vitnamál, að yfirheyra menn það hvort að fæst eitthvað skotfæri til þess að fara síðan í einhvers svona bótamál. Heldur að geti verið að lögfræðingar ráðuneytisins hafi ekki verið upplýstir þessa ákvörðun því svona verið hvíslað að mér að þetta beri einhvern keim af svona flumbrugangi og því að þetta hafi ekki verið svona rýnt nægilega vel inn í ráðuneytin. Já, örugglega oft svona klúður þannig að það ekki búið að tala nógu vel milli fagleira og pólitíska stjórnenda og svo lögfræðinga og svo þurfa fagráðuneytin til að stundum að sækja sér sérþekkingu í fjármálaráðuneyti og spyrja, hvernig gerir maður aftur svona, sem þeir gera kannski ekki hverjum degi.
Þannig að mér finnst allt of mikið á klúri í þessu máli, Já, eins og fleirum. Óreyndir ráðherrar náttúrulega þurfa að stíga varlegar til jarðar heldur en reyndari. Já, en einn tilgangur með því að við erum með fasta ráðuneytisstjóra og fasta skrifstofustjóra og lögfræðinga en ekki að skipta allt stjórnkerfið eða allt efsta lagðist þegar það verða stjórnarskipti. Það að það verði stofnana minni og þekking á svona hlutum óháð hverju ráðherra. Hann getur lagt pólitísku línundar en hann á ekki að kunna þessi tæknilegu vinnubrögð. Nei. Gísli, þetta búið að vera mjög forvitnileg og fróðleg og áhugaverð yfirferð. Ég þakka þér kærlega fyrir þennan skamt. Ég hugsa við hittumst ekkert meir í þessu mánuði. Hvað var þar sett hann rétt? Þannig að ég ætla bara að óska þér gleðilega jóla og takk fyrir samstarfið á þessu ári. Fyrir bara í hátíðarétt fyrir ekkert en sett hann rétt. Já, fyrir bara í hátíðarétt. Gleðilega jól. Svolítið snemmt finnst kannski einhverjum en ég byrjaði hér og óska bara fólki gleðilega jóla. Gleðilega jól. Takk fyrir spjallið. Og þakka ykkur líka fyrir að fylgjast með okkur á samstöðinni, ekki fara langt. Við verðum með nýtt efni hér eftir andartak. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.